Diego Montiel sem kemur leiknum að stað, Vestri gegn KR. Gylfi vel ennþá með hann hérna. Gylfi er sterkur, kemur hlaupið aftur fyrir Daði Berg, Daði sloppinn í gegn, Halldór Snær nær ekki til, knattarins Daði, opið mark, 1-0 Vestri. Daði Berg Jónsson að skora 5. mark sitt á þessu tímabili. Komin aftur í byrjunarliðið eftir að hafa ekki mátt spila gegn Víkingum í síðustu umferð. Það er skemmtilegt fagn. Daði putar hann fram en KR ekki að hreinsa beint á Jeppe Pedersen. Hálfbolti fyrir, Daði flaggaði rángstæður og kláraði þetta vel en áhugasamt að sjá þetta aftur tilbaka hér. Við sjáum við skalla frá Finni Tómasi sem að Halldór var í stökustu vandræði með. Þessláðan bjargaði honum en Aron Þórður að skila sér tilbaka þarna. Þórður præst, Atli hérna út í vinstri megin, Atli fyrirgefastöðu, hættulegu bolt á fjær, Atli Hrafn með skot, dettur á teginn, jöfnunarmarkið komið. Hér á 77. mínútu. Eiður Gauti Sæbjörnsson sem að skora 7. mark sitt á því. Upp í lofti hérna Eiður Gauti, barðinni, boltinn dettur aðeins niður, Jeppe. Pótur hann til hér er Aron langar á hægri fótinn. Með alltaf utan á sér, svolítið óvíst hvað hann vil gera, Atli fær hann að loka og setur hann fyrir dauðafæri og fjær skalli í netið. Atli Hrafn Andrason sem að kom inn á sig varamaður hér í síðara hálfleik að koma KR yfir. Þeirra tæpar 2 mínútur rúmar 2 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Tegindi skemmtilegt en fyrir í hendurnar á Halldóri Snæ og þá er Tvanakaleid Ahmed dómari búinn að flauta til leiksloka hér á Afisvellinum. Endurkomu sigur hjá KR-ingum og svo sannarlega kærkomin 3 stig sem að fara í Vesturbæinn. Daði Berg Jónsson sem að skoraði 1. markið á 42. mínútu. Það var staðan í hálfleik. Það er að segja KR